Já, ég sé allavega að einn byrjar að horfa á. Það má alveg endilega henda í chatið ef þið heyri í okkur og svona. Láta vita. Við erum ekki alveg Já, þetta náttúrulega fyrsta breykið eitthvað sko. breyki, þannig að Einhverju kveðju. Það er bara að taka screenshare af þessari tölvu sko. Já, ég var inn í settings áðan, sko. Það var eitthvað að stríða mér. Þessi tveir sem eru að horfa, heyrið í okkur eða? Já, við þurfum alltaf að tala til þess að geta staðfest það. Já, vissulega, sko. En það er gott. Ég sé að annað chat allan að virka. Já. En heyrið í okkur. Já, ok. Ok, frábært. Við ætlum bara að randomæsa þetta bara í beinni útsendingu. Þannig að við vitum ekkert hvaða lið neinn er með ennþá. En þetta verða sem sagt, þetta verður sett inn í randomæsar og við randomæsum 3 sinnum. Þannig að það verður bara gert. Við vorum að reyna að græja share screen og eitthvað, við lentum í ykkur risinu. Þannig við setjum bara laptop hérna fyrir framann og það verður bara randomæsað að tökum bara upp af þeim skjá. Já, þetta er svona byrjendaörðuleikar. Við vorum sett með OBS Studio. En það var eitthvað vesen og tíminn var að fara frá okkur þannig að við sóttum hreinlega bara aðra tölvu og smellum henni fyrir framann þegar við notum randomize forritið sem er random.org og svo verður þá í boði líka fyrir þá sem það kjósa að skipta innbyrðis þá í gegnum chatið í smá stund. Ef nokkra mínútur bara í það, þú veist, segjum að einhver fær Liverpool en heldur með Arsenal og öfugt skilur, það gæti þeir skipt. Ég held að séu kannski ekki margir sem vilja skipta kannski á PSG og þú veist, einhverjum minni liðum sko, en við sjáum þetta. Það er allavega konur 8 inn, við vitum allavega að það eru 20 með í breykinu, ég veit ekkert hvort allir að horfa á það, en þetta er náttúrulega síðan seifast bara inn á YouTube
þegar við erum búin að randomæsa þá setjum við randomæst listan bara beint inn á Icebreakers síðan okkar og þá geta menn alltaf séð þar. Við náttúrulega, en burt séð, nú klukkan slegin 8, en við gefum þessu kannski örfáa mínútur, en svo byrjum við bara og en já, eitthvað sem við ætlum að bæta við, var það kannski, já, við erum náttúrulega, við erum rætt það svo sem núna, fyrst að klukkan er 8, en við erum náttúrulega með öll þessi box sem þið sjáið og erum mjög þakkláttir Rínat fyrir að vera svona með okkur í þessu og eins ætlum við að bæta sem sagt fyrir þau slott sem koma verst út eða fá fæst spjöld eða hits að þá ætlum við að bæta þau með mystery packs og þessi mystery packs verða örugglega 5 talsins. Já, eitthvað cirka, við sjáum bara hvernig packin fer. Og þú veist, í hverju mystery packs verður annarkvort ein auto eða númerað undir 100 og svo einhver önnur spjöld. Er það ekki? Jú. Bara svona að allir fái nú eitthvað, sko. Já, það verður guaranteed auto eða númerað undir 100 í hverju mystery packs. Já. Eða 100 og undir, það stundum það sléttala vissulega. En svo, sko, við vorum að spá í að byrja bara á þessum 4 flagship value boxum hérna og taka svo kannski bara 2 Chromebox, taka síðan Match Attacks Madness boxið og svo seinni hobbyboxin. Einhverjar óskir það hvort við séum að fara bara að gunna í gegnum þetta eða þú veist, vilja við, skoðum allar myndirnar eða hvernig vilja hafa þetta? Þeir með alveg hafa eitthvað álit á því, sko. Either way, þá erum við bara að fara að sitja hérna og opna pakka, sko. Já. Hljóðið datt út, segir einhver annað. Já. Eitt sagði það, spurning hvort það sé hans megin eða það var örugglega búið að senda okkur fleiri skilaboð en þeir. Ok. Það segja þessi smá lagga á þessu. Ok. Smá, lagg á hljóðinu þá, en ég meina við erum með fulla nettengu sé, og spurning en Ok. Þetta greinilega bara eitthvað. Herri, ef við ekki bara að detta hérna beint í randomæsið, þú veist, það eru 8 konur inn. Þú veist, það getur vel verið að sé að allir var að horfa á þetta. Hörðum. Sko, af því eins og ég sagði, við lentum í vandræði með OBS Studio, sem eru svona byrjendaörðuleikar, að þá erum við í rauninni með, erum að nota, sem sagt, random.org, sem þið sjáist, birtast hér, þú kannski stýrir þessu, og eins og þið sjáið, ég ætla að vona að þið sjáið, svolítið pirrandi að sjá þetta öðrum skjá, en liðin eru hér, búið að setja þau inn, og þau lið sem eru sem sagt með færri spjöld, við fórum í gegnum hversu mörg insert eru eða hversu mörg spjöld eru per lið í þessum boxum. Þeir sem eru 2, þannig að sem sagt liðspjöld almennt í þessum settum þau sem eru stök. Og það sem við gerast núna er að við makka hérna niðri og þá setur hún númeraröð á bakvið þetta. Og þessi randomize síða, hún notar bakgrunnshljóð eitthvað til að finna true random, en við treystum bara að hún hafi rétt fyrir sér. Ég hef síðan að nota í öðrum breikum. En sem sagt, já, ég held ég íti það bara á randomize. Já, ég var að fá skilaboðum að við myndum eitthvað lagga. Eru allir að finna það við sem að lagga eða? Við erum alltaf kannski aðeins undan en En ok, 3 randomize og þá er röðin komin. Og leið og þegar við erum búin með 3, þá munum við taka listan og birta hann inn á Icebreakers Facebook. Þannig að fólk getur séð númeraröðina og liðin þar inni, jafnóðum, en það gleymir hvað
númer það fékk eða vill sjá eitthvað annað. Já. Herðu, ok, þá bara byrjum við þetta. Þá fer ég í randomize. Þá kemur listi og það er aftur og í þriðja skipti. Og þetta hér er lokalistin upp í 20. Og svo er það bara spurning af þessum, ég póst honum inn eftir smá stund en ég skal lesa þetta yfir. Fyrsta slottið er Real Betis Benfica, númer 2 er PSG, 3 er Inter Milan, 4 Atletico Madrid, 5 Liverpool, 6 Dortmund Rangers, sem sagt 2 og svo kemur 7. Tottenham Ajax, 8 er Bayern Munich, 9 er Chelsea, 10 er Manchester City, 11 Juventus og Eintracht Frankfurt og 12 Barcelona, 13 Newcastle og PSV, 14 Porto og Strasbourg, 15 Napoli og Monaco, 16 Sporting og Athletic Club, 17 Aston Villa og Nottingham Forest, 18 Arsenal, 19 Real Madrid, 20 Leverkusen og Celtic. Ok, þá er randomize komið. Það fer bara beint inn á Facebook síðuna. Já, þannig að þið getið skoðað þar í framhaldi. Við skulum gefa ykkur nokkrar mínútur ef þið viljið skipta eitthvað innbyrðis, þá er það allt í lagi okkar vegna. Þið verður bara að láta okkur vita ef þið ætla að skipta eitthvað innbyrðis. En stilla myndavélina eftir þetta. En ég ætla að nota tækifærið að minnast á það, Rínat er náttúrulega að sponsa þetta. Allar sem vörur eru frá Rínat. Ég var að komast að því að nú er Topps búið að hækka verðið á hobbybóksunum hérna. Þessum hérna hobbybóksum. Og Rínat er með þau inni á sér á 54,9. Þeir eiga 2 á lager og ég veit að heildsöluverðið er komið upp í 62. Bara í beinum innflutningi. Þannig að ef þið viljið stökkva á þessi 2 sem eru eftir á Rínat, að gera það bara núna, af því að ég veit, ég kíkti það bara rétt á hann, það er bara 2 eftir. Og svo hækka þau í verði. Þannig að svo eru náttúrulega þessir hérna, þetta er náttúrulega flagship, það er til eitthvað af þeim inn á Rínat og þau eru á 6.000 krónur stykkið. Og svo er hann með hérna Magitex Madness, ég er ekki búinn að kíkja neitt á þetta bóks, ég keypti bóksið í fyrra, þetta eru mjög flott spjöld. Svolítið svona eins og spil, eins og 52 spil með rúnuðum hornum. Já. Ef að enginn ætlar að skipta, þá förum við bara að byrja þetta eftir smástund, nokkra mínútur. Já, eins og ég segi, við byrjum á flagship bóksunum hérna, 4. Og tökum svo 2 hobbybox, Madness bóksið og svo setjum 2 hobbyboxin. Er ekki allir klárir í þetta? Jæja, það ætti að vera komið núna inn, skjámynd af listanum. Já, ok. Það er með vatnið þarna, ætla þess að væta kverkarnar. Já. Og hérna, já, þannig að þið getið skoðað þar betur ef þið mistuð af upptalningunni hvað lið þið lentuð á. En svo, já, við opnum þetta bara, svo eigum við eftir að flokka þetta allt og svo sendum við ykkur þetta bara í pósti. En það er bara, ég held að þetta maður byrja. Já. Það er verið að íta við því, hann vissum ekki röfla mikið. Herri, ok, ég skal byrja þetta bara. Við ætlum svolítið að skiptast á hérna, einn í skipulagi og annar að hérna flokka. Ég reyndar ekki að fíla að vera í þessum hönskum hérna. Við erum aldrei í þeim þegar við erum að opna bara að vera sjálf á okkur. En þar sem að við eigum ekki neitt af þessu spjöldum, þá viljum við svona sletta að setja fingra fyrir það. Þannig að ég hendi þessu bara í þig. Herru, já, maður þarf að passa sig hérna á myndavélina, reyka sig ekki í hérna.
Herðu. Barcelona. Það eitthvað insert hérna. Trophy Chasers. Ok. Eitt búinn. Eða þú ert að taka við, sko. Það sjálfsögum. Ég aðeins að fylgjast með bara. Já, þetta eru vissulega gúmmíhanskar. Við vorum of seinir að panta silkihanskana. Við verðum klárið með það næst. Jæja, þetta nú alveg Chase Rookie hérna. Annar Chase Rookie. 8-bit Steven Gerrard. Gott spjald fyrir það sem með Liverpool, eða fyrir það sem með Liverpool. Og Leeds. Ok. Já, þú veist, það náttúrulega ekkert guaranteed í þessum hérna blasterum nema hérna, ég held að ég var eitt number. Herðu. Hérna eitthvað þykkt spjald úr valueboxi. Ok. Ég ekki að taka það hérna í restina. Born Champ. Trentarinn. Hvað rugl er þetta? Ok. Þetta var filler sem sagt. Þetta var bara filler. Hvað rugl er það? Já. Ætli þið séu með filler í öllum þessum? Eða við lendi í þessu strákar eða? Þetta er geggjað. Hver var með þetta? Jæja. Þetta var svolítið anti-climax á þessu. Ég ætti að vera að fá einhvern pets hana. Messi Roots. Flott spjald. Þú var full að svara. Já, það er svona, líka ef einhver að hlusta á okkur. Þetta er allt á hérna, sem sagt, Facebook síðunni ef fólk er að leita hvaða lið það er með. Það er búið að birta listan úr randomæðisettum þar. Já. Svo segið þið bara ef þið vilja að þið fari hægar eða eitthvað, sko. Það er ekkert mál. Þetta eru bara svolítið margir pakkar sem þið þurfum að opna, þannig að við kannski gerum þetta á smá hraða hérna. Það er alveg eitthvað glansandi að vera að koma hérna. Harry Kane insert. Sparkúl. Nei, herðu, strákar, sjáu þið. Geggjað. Herðu, síðasti pakkin úr þessum. Einum þetta hinum megin. Herðu. Hérna er eitthvað gullitað, ég held að þetta sé númeraðspjaldi sem er guaranteed í þessu. Það er aftast. $299. Einhver sem er með Inter, fær þannan. Ok, þá fyrir við bara í næsta blaster. Hvað var þetta? Það var Bluetooth speaker sem að kveikja á sér. Já, svo veit ég að það eru hérna
nokkrir sjómenn í þessu breyki. Þetta er mikið með daginn þókar. Er að gera þetta á hratt fyrir Eyþór? Þetta alveg að brenni yfir í flokkurinn eða? Þetta gengur, maður er nú orðin ansi vanur. Jamal. Martínez 8-bit. Chelsea. Bara að skipta inn var stellingu. Já, var það að tegja henni yfir myndavelna. Alveg var núna. Sala. Herru, það er eitthvað númerið hérna líka. Það er aftast. Rookie 299. Já, ekki einhver sem ég þekki mikið, sko. En hjá Strasbourg. Einhver sem fékk Strasbourg komið númera. En það held ég við þurfum að geta flokka þetta allt núna, Eyþór minn. Við getum alveg einn tími það eftir, sko. Já, ég er bara að setja stikku niður, sko. Herra, annað númer eða þessum? Vitinja. Nei, herra, þetta er ekki númer, þetta er bara, þetta er insert. Svona að digga hana lit, sko. Já, flott spjald. Herra, ég á 3 pakka eftir Eyþór og þá skiptum við, þá fyrir þú að... Því ánægjuna. Já. Svænstæga. Já, mér setja töff. Já. Töff spil. Ég er allavega ekki búinn að fá neitt fillerkart í þessum kassan þá, sko. Nei. Thierry Henry Roots. Þetta flokkað sem Monaco-spil. Það sem er í Monaco. Jó, fillerinn er í þessum pakka, ég finn það. Já, gæti verið eitthvað annað, hver veit. Hver veit? Jeps. Þá er ég búið með þessa 2 Blaster-seiðurs. Þá mátt þú skipta inn á. Já, ég var að tjekka hvort að ég sem er Hvort þú sett með betra púl en ég. meiri heppni í fingurunum með það. Já, það gæti alveg gert, sko. Hvernig ertu að flokka þetta? Ertu með eitt lið? Já, þetta er bara lið. Ég er að spáði að opna þetta þessi nú. Það er mjög heitt, sko. Já. Við myndum okkur bara beint í þetta. Ja. Bellingham.
Ok, annað insert. AC Milan núna, eins og það, mér finnst þessi mjög töff, sko. Þetta flott, sko. Herri, já, við glemdum alltaf að minnast á það eru 3 lið sem eru ekki í breykinu út af því að það voru bara, þú veist, eins og Manchester United, þeir eru bara með auto-inserts og svo Genk bara með eitthvað 4 spjöld og svo var AC Milan eiginlega bara með einhver inserts og autos, þannig að við ætlum að randomæsa þau eftir breykið, þannig að þú veist, það geta allir líka fengið þau spjöld. Við tókum basically bara þessi 3 sem var minnsti möguleikinn að fá á spjöld og ætlum bara að randomæsa Þetta sínst mér að koma 1-bit. Ok. Já, Rúdiger. Hvað er hann með einhvernig glímutaki hana? Já, þetta er mjög flott, sko. Þannig að þetta fer Real Madrid pakkan, en þau eru mjög vinsæl og eftirsótt hefur tekið eftir þessi 1-bit korts. Já. Þú veist, hvað ertu, ég er ekki alveg að skilja þessa flokkun hérna, þetta bara einhvern veginn eða? Þetta er liðin, það eru mörg. Já. Já, þarna, Já, Alvarez. númerað. Þannig að insert, maður sjá. Já, það er númerað framan, sko, 250 eða ekki? Jú, það er bara sást í, það er svo dögt. Já, Atletico Madrid. 67 af 250. Já, Til lökum með það. Þannig að beint í blast. Það er ekki búin að koma neitt risi ennþá, en það er nú eftir. Setjum þessum ég að fara í plast bara hérna aðeins til hliðar. Fyrst að þú settir þetta upp, þá er ég alveg bara freðinn að reyna að raða þessu, sko. Þarna er fyllerinn góði. Ok, Trophy Chasers. Já, er ekki eitthvað glitrandi baka Jú, þannig? það er nefnilega glitrandi hérna baka, sko, einhver staðar. Já, nei, það sýnst bara að vera, að sjá. Bara birtan. Það var bara þetta. Já, og Paris, já, Winners. Það er þetta töff, það eru svona, koma hópmyndir. Þeir sem unnu meistaradeildina, Evrópudeildina og Já. sambandsdeildina, þeir fengur svona Team Photo. Veistu, ég er alltaf spenntur að horfa á þig og opna, ég er engu sambandi við þessa flokkur. Nei, þetta er. Já, Roots, Luis Díaz, Í Porto. já, í Porto. Það er ekki nefn að vona ég, þú veist, fatt ég hvernig það vera og þetta 5 stöðum. Já, skilur þetta gerist hratt og maður er að fylgjast með það, það er spenntur, sko. Já, ég held að þetta bara að taka okkur tími að gera þetta bara eftir breyka flokkið allt saman, sko. Ok, insert, Bonchamp, Tavernier. já, Gordon sem þetta er Barcelona. Hanna, Estavo, Rookie, Base. Já, það er svona eftirsóttarspil sem við höfum allan verið að selja, sko. Við höfum verið að selja nokkra. Já, Það er alveg verða á honum, sko. þetta er ekki Base, en Nei, við erum alltaf búin að selja númer, spilta hann. þetta er bara insert, svona svipað á þann. Það er hann Serksi.
Ég hef ekki setið það bara hérna. Já. Ok, þá Búið. þessi kassi farinn. Svo fylgir alltaf bara þetta kart með inni. Þessi auglýsing þarna. Já, Ég hugsa að ég þarf nú bara að týna bara drusli hérna. já, ekki veitir af held ég. Jæja. Já, séu flottur. Já, þessi geggjaður. Ok. Ef ég svo rétt, þá gæfist annað 8-bit kort þarna. Ok. Við erum að fengið þannig númerað úr svona vöru. Já, síðan. Síðan, já. Gareth Bale það. Hjólaspinnan á móti Liverpool. Já. Úrslitaleik meistaradeildarinnar. Já. Þetta er, Sælla minninga. já, þetta er geggjað. Nú, ekki alveg sammála þér. Greinlega finnir í þessu. Já. Eða Pets. Eða það. Kai Havertz, Trophy Chasers. Sko, sá sem fekk Arsenal ætti samt að vera mjög ánægð með að þú verður að opna pakka því að þú, Já. náttúrulega, ég veit um engan Já, sem er það mikið Arsenal. kom líka bara annar Arsenal maður í það, sko. Það er annar Estaf, já. base rookie. Það var songur í að sjá koma einhvern, sjá eitthvað reysa, en við vitum alveg að það kemur eitthvað að bóksum með eftir, sko. Já, já. Það er allan 4 guaranteed autos hérna sem er eftir að koma. Ruth Bernardo Silva fyrir Monaco. Annar Monaco Roots, var það ekki Henry á það líka? Já. Ég væri rosalega til í að kæmi bara eitt superfraktur eða eitthvað, einhver myndi ná að gleðjast mikið, sko. Já, Það væri gaman. það er ekki eins og það sagt. Við erum möguleiki. Þetta er your go-to line, sko. Ég veit. Ok. Bonchamp, Desiree Doué. Herri, það segir einhvern veginn að myndgæðin eru þannig að ég sé ekki hvort endur á kortunum. Ok. Ok. Það verður samt með þetta í sko, hæstu gæðmeldi, sko. Við erum með þetta í HD. Ok. Eru allir að Glíma það saman. Gæti náttúrulega líka verið að þetta er stream, ef netingin slöpp einhver staðar að bý til lag, en ég get líka hægt að lítið að mér. Haaland, Ekki fyrst í Hollandin. já, ég held það. Ok, insert, rookie, Lucas McCall.
sést betur núna þegar þetta er nær. Já, ok. Það er góðum. Við Þetta náttúrulega við erum að læra. já, þetta er fyrsta live breakið okkar, þannig við kannski verðum búin að finna eitthvað lausnir á einhverjum vanköntum sem að virðast koma í þessu breakið, sko. Einhver stafinn að byrja eins og þess að. En klárlega þegar þetta er nær og kannski gerum þetta örlítið hægar, þá kannski sjást myndabit, þá fær myndavélinn tíma bara til þess að fókusa á þetta, sko. Verðið. Þessi er Númerið er Kamavinga. Já. Þessi er geggjuð. 250. Já, 189 af 250. Ég myndi segja að þetta væri besta spjaldi sem er búið að koma úr þessum pökkum, hingað til. Lennart Karl. Já, ok. Þetta er náttúrulega eitt besta rookie chaseið þessa myndir. Svo mynd fara á 14 milljónir. Það var enda superfraktor daginn á hann. Jæja. Þá erum við búin að opna flagship kassana. Það er spurning að vinda okkur þá bara beint í Chrome. Við fyrir bara beint í Chrome. Já. Já. Þetta er náttúrulega nákvæmlega sömu lið af því þetta er sama settið, basically, nema þetta eru bara Chrome útgáfan af hinum spjöldunum. Við erum að skipta inn á. Já, það eru, hvað voru ekki 4 spjöld í pakka, 20 pakkar, eða voru 6? Ég bara manna það ekki, sko. Voru ekki 4 20 pakkar. Minni það. Jú, þetta er sko 20 pakkar og 4. Já, 80 spjöld. Já, og náttúrulega ein garantíuð auto í þessu. Ein guaranteed auto. Og svo er náttúrulega möguleiki á case-hitum. Já, við erum búin að fá svona semi-case hit, það var svona negativ insert. Það var svona negativ á filmu. Mjög svona skrítið spjald. Herri, við byrjum bara strax og ef ég sé átóðið, hann spyr hvaða lið hann fékk, hann finnur það ekki á Facebook. Ok, það er á Icebreaker síðunni, en þú getur líka sagt mér Slava Titov, já, ok, þú ert búin að finna þetta, message retracted, ok, gott. Við byrjum bara strax á Last Dance, Philip Lahm og svo kemur upp annað insert bara beint eftir þetta. Ég trúi ekki sem fara að fá átóðið bara í fyrsta pakka. Ég kom með þetta aðeins nær fyrir ykkur. Rookie. Omar Jenne hjá, hvað er þetta, Atlético Bilbao. Atlético Madrid, númerað af 250. Þetta er ekki svo að setja hérna. Já, við getum sett hann upp. Sett upp nokkra standa fyrst við komum niður í Chrome-ið. Já. Luis Díaz. Ventura. Nei. Wonder Kids, Tyreek George, Chelsea. Herri, þetta kemur negatív. Já. Igor Jesus hjá Forest. Þetta er einmitt negatív inserti sem ég var að tala um. Þau eru að með skilstöru ekki case-it en þau eru ultra rare, ultra short print. Þetta er ultra short print, þannig að einhver með Nottingham Forest, hann fær það. Martinelli. Gabriel Vega. En ekki henda þessu bara í plast hérna.
hérna nóga fínum spjöldum í þessu, sko. Þessi er á Genk var náttúrulega fyrir utan break, þannig við erum eftir að flokka þau úr og draga þau. Lewandowski. Mátt segja báða tölurnar þegar það kemur númerað. Ok, ekkert mál. Eins og segist okkar, ekki vera feðminir að koma með einhver komment eða eitthvað, bara, þú veist. Þannig að, þú veist, við vitum hvað þið viljið að við gerum, hvort við förum nær eða lengra frá eða tölum skýrar eða bara höldum kjafti, skilur við. Það er bara hvað sem er, sko. Svo er þetta svona topp 5 sætin hana og við skiptum út eftir hvernig þetta rúlar. Það er allavega að koma númeraspjaldið þetta næst. Isco, númer, Wow. hvað, 6 af 25? Já, 6 af 25. Þetta er lágt númerað. Já. Vel gert. Ég sko, hvað er að lægsta sem maður hefur fengið númerið þannig að Ég fengi one on one. þú hefur fengið one on one. Herðu, Max Dáman, Þetta er hérna púlsar. Pulsar Prism. Einhver heppinn Arsenal maður þarna. Bellingham. Ok. Last Dance, Gareth Bale. Ryan Gravenberch. Sem hefði þetta að fá átófið í þessu. Það fer að koma. Mikið vel. Báman, þetta er svona einhverjir sem að koma úr sem sagt youth tímunum hjá liðunum. Herðu, hvað? Ætli sé ekki hálnaði með kassan. Svoleiðis. Fyrsta kassan. Nú kemur pulsar. Mo Salah. Það er helviti gaman að fá áritaðan Salah, sko. Þetta er held ég eina sísónin sem hann hefur gert áritanir. Nú kemur fyrsta Power insertið okkar, Solanke. Herðu, nei, kom ekki bara áritinir bara. Það er Chelsea, Marquinhos. Það er ekki númerið, þetta er bara svona base auto. Þannig að Til lukku. til lukku, svo sem er með Chelsea, það er komið auto. Til líka flott árit. Já, Pennaskriftin, maður hefur séð það nefnilega mjög misgóðar. já, penmanship, það er nú fín þarna, sko. Já, ok, auto er komið. Við höfum reynda fengið 2 auto úr Samús hobbyboxinu. Ég efast nú samt ekki með einum að koma núna. En lágt númerið gæti líka komið. Saka.
Eigum við hann ekki árið það? Jú, ekki fyrir því. Vinny Junior Power. Morgan Rodgers. En við töluðum að Genk var með svo fá spil, mér finnst ég bara fá fullt af spilum frá Genk, sko. Já, ég held að það hafi ekki kannski mikið að duplicate. Já, ég veit það ekki, kannski eru við bara komið með öll spilum frá þeim. Það er hvað, 3 Power í röða. Martinelli, Power. Julian Alvarez. Jesús, þetta snýr allt sitt að hvað? Kannski... Já, ef einhver sem ég þekkir hann senda mér eitthvað á Messenger þá er ég ekki að svara það því að ég er að taka þetta upp í gegnum síðan. Þetta er Refractor. Joe Linton. Leoni. Vinny Junior. Og Musiala. Það var bara ekki svona, hvað var það players, sko. Það er Pulsar. Það er vegun alveg inn einhver númer spjöld, það ekki? Jú. Það er búin að vera, er ekki bara komið 2 úr þessu boxi eða? Ég held að almennt, já, það ekki almennt svona 2 til 4, finnst mér, úr þessum boxum. Það er bara komið 2. Ég held að vera 3. Herri, Erling Haaland, Power Insert. Allir bara Cola. Það er 3 pakkar eftir. Fyrsta bóksinu. Það er annar Refractor hérna. Líkan Heskey. Þessi. Pedro. Það er öll sitt og það. 2 pakkar eftir. Alla Wonder Kids. Það er hérna eitthvað númerað. Settu það aftast. Rodrigo. Og hvað er það? Solanke 199, 153 og 199. Ok. Svona... Það er sérstaklega, ég hef ekki oft sem ég sé hennar lit. Svona aqua litur einhver. Það er last pack. Við byrjum á einhverju Refractor áttur. Sami og var í Wonder Kids hjá okkur náðan. Chris Wood. Ryan Sherky. Hvað er Chelsea átó? Ok. Það er fyrsta hobbyboxi komið. Það var allavega Rare insert þarna og Chelsea átó og Max Daumann í Pulsar. Komið fyrsta hobbyboxinu. Þannig að við getum tekið kannski bara þessa hérna og 3 niður, geimt þá og svo er það bara næsta box, Eithor. Já. Þarna...
Aðeins að taka til hérna. Ég hef mikið ruslað þessu. Já. En Þessi smá að drekka. Já, þessi hérna. ok, það er það. Áfram gakk. Það má líka taka það fram, það er náttúrulega geggjað, við opnum svona box einmitt og þar fengum við númerað Wonder Kids Estavo Já. af 99 sem fór svo til Bandaríkjanna á $200. Já. Þannig að $200 fyrir númer að spjálta 99. Það er nú bara mjög fínt. Hvert þetta setja þetta? Bara hérna. Ok. svo, ekki alveg að ná í gett hana. Varstu byrjar að plasta þessi eða? Já. Já, sko. Það er ekkert að vera með einhver kettlingatök. Svo náttúrulega þetta Topps Total Football, ég veit að margir eru byrjaðir að kaupa sér og opna rafræna pakka. Já, ég mun sjá nokkur að fá bara box. Já. Ég ætla ekki að fara onni í þessa ormagrifi, sko. Nei. Hitt er alveg nú dýrt. Koma svo, fara ekki að bæta þessu við. Ok, Já, svo bara, það er ég byrja sterkt. ok. Það voru að koma með þetta svolítið nálægt myndavélinni. Já. Wonder Kids, Reggie Walsh fyrir Chelsea. Og hvað? Hvað er þetta? Herðu, Ég ég held sem var að fá eitthvað case-it eða eitthvað. En ég ætla að man geima ekki það. eftir að sé þetta í hinum bóksunum sem var. Nei. Spennandi. Spennandi, ég er spenntur. Ok, kemur Reggie inn og svo, Hvað er þetta? og hvað er þetta, já? Þetta er Metaverse spil. Lionel Messi. Hver á Barcelona, strákar? Þetta er spil. Má ég sjá aftan á það? Þetta er flott spil, sko. SE18. Já, þetta er geggjað spil, sko. Ég er með plastinu. Já, þetta er fyrsta svona spil sem ég sé. Já. Það fyrir beint á stallinn. En þetta byrjar sterkt, sko. Það hefði verið að þetta verið átó. Já. Þá hefði ég sennilega bara að gráta þegar ég hefði verið að senda það frá mér. Þarna, Pulsar ESE fyrir Arsenal. Byrjuðu, ertu ekki með breiðari topplótur sem það? Jú. Veistu það er svo þunnir hérna? Morgan Rogers. Ok. Rándýrt case-it. Jæja, frákar. Það er geggjað. Ok. Power Players. Federico Valverde. Hérna sýnist mér vera kannski bara mismunandi litur. Ég elska hvað er snúið svo oft fyrir mann. Okay. Hvar voru hérna rúmgóðu topplóturennir? Það eru þessi dökkbláu, sko. Já, Messi fer í það. Skulum ekkert þrengja neitt að honum. Fylgdi hérna á. Það var eitthvað fleiri sem átti að vera í plastinu.
Þetta öðruvísi spjald. Þetta, Já, þetta Bowman. Bowman, já. Já, það Já. sem að koma með einhvern úr youth-tíminu. já. Já, þeir eru svolítið að gera út á youth-lið almennt, eða ekki Bowman. Jú, þá, Þú veist, Þeir eru ég sé þetta líka í ameríska og þetta er kannski undir 21 mótin og eitthvað svona þeir hafa verið að gera sérstaklega kassa í því. En ég náttúrulega skoðaði listan ekkert. Hver var með Barcelona? Einhver sem er mjög glaður núna? Er hann að horfa það? já, þú veist, hann ætti að vera mjög glaður allan hann er allan á, þetta er ekki hálfnað, þannig að það getur margt breyst. Þú veist, bæst við, Já. ekki það að meina. Pulsar. Ok. Síðast seldist það $134, segir einhver þarna. Já, það er þó allavega eitthvað. Já, Það er 10 skallin komið tilbaka. já, búið að borga upp spottið og rúmlega það. Mohamed Kudus, powerplayer, Salah, Basin, en ég er alveg samanlega eins og sagði ráðan, það er náttúrulega að fá svo Salah núna, það er í sterkt sko. Og ég meir sé ekki Liverpool-maður. Nei, það er bara hans árið þannig að fara á alveg stóran pening, sko. Ný, Silence, sérðu þið? Sare, Luis Suárez. Þetta er eitthvað mjög töff grafík á þessu spjöldum. Þetta er nei, þetta er bara grafíkin eða, sem við Nei. leit út þessu rispa, þetta er Nei. bara grafíkin. Þetta er grafíkin. Það er númerað, Barcelona. rookie, 55 og 99. Já, herru, Barcelona er að koma hérna. Stert inn, Já, hann staði stundin allan í mínum kassa. já. Samt ekki að þú búin að sjá Jamal. Nei, maður byrjar að velta fyrir sér að því að hann er svo mikið chase, hvort það er séu byrjaðar að halda aftur. Já, bara hafa fáa. Gæti verið. Byrjum á Pulsar, Solanke. Svo náttúrulega Átóðan þó eftir að koma. Okay. Já, sko, miðað við, sko, hvað þú ert búin að vera að fá á Barcelona og kemur ekkert óvart og það er þið Barcelona Átó líka, sko. Ef við vorum byrjuðum hérna aðeins fyrir í dag og opnaðum eitt retail box og það komu 15 Liverpool myndir upp á því. Já, ekki nema. Og hvað, 3 United myndir? Já, Pulsar, Rookie. Saliba, okay. Hérna kemur aðeins betri base, hérna, Estavo. Það er náttúrulega í króminu er hann alltaf betri, sko. Okay. Hvað, þetta 4 eftir? Nei, fleiri. Nú, já, þetta er þunni pakka náttúrulega. Þú stoppaði maður Messi tafði mig, sko. Nei. Já, það þarf að leyfa þessu spili að njóta sín. Hvað er þetta ekki Refractor sem varst með það? Jú, maður sjá, við síndist það, ég hikaði með það aðeins með hann. Jú, Já. þarna, Gordon, nýi Barcelona leikmaðurinn. já. Saka. Okay. Já, við skulum hérna hendi hérna Arsenal pakka fyrir þegar við erum hérna. Paolo Maldini.
Þetta er þetta Last Chance. Þetta er líka mjög töff fjöld. Let's Dance. Já, nú er ég byrjaður í Arsenal aftur. Já. Það er góð sviti. Það kemur Arsenal spil. Þetta er ekki átóð eftir það? Jú. Þetta er á að verða svona last pack átókurinn. Já, það kom nú bara allt í einu hjá mér hana áðan hana. Annar Báman, Borussia. Hérna, er þetta ekki númeraspil? Þetta Þetta er er átóið. Já, Það er bara eins gott að taka það upp já, strax. já, þetta er fyrir Bayern Leverkusen allavega. Og það er númerað Af 99. af 99. 55 á 99. Þetta var ekki hittspeldi sem var með áðan, líka 55 á 99. Já. Rookie. Já, Rookie Aleo Sarko af 99. Ég meina flott áritun og númerað og Rookie. Þannig að hver veit verður úr honum. Nákvæmlega. Þannig að til hamingju. Okay. Wonder Kids, byrjum þar aftur. Wisdom Mike. Herri, við eigum Wisdom Mike í svona, Númerað, bent á eftir. John McGinn í Aston Villa, 22 og 250. Já. Sjá. Já, en það sem ég ætla að segja, við eigum hann að Wisdom Mike